og Míla var stofnað 2007 og sér fjarskiptafyrirtækjum fyrir aðstöðu, hýsingu, dreifleiðum, net, ljósleiðara, kopparstrengja og örbylgjusambanda. Hjá fyrirtækinu vinna 103 starfsmenn og við erum með samstarfsaðila sem sjá tengivinnu land allt. Yfir 500 tækjahús og yfir 4.000 kílómetra af ljósleiðara sem liggur landið allt. Þannig þetta ansi umfangsmikið. Við gerum gæðaúttektir á ljóstengingum, götuskápum, tækjahúsum, svo eitthvað sé nefnt. Og áður en að við gerum samninga við verktaka eða samstarfsaðila, þá þurfa þeir að sitja hjá okkur námskeið þar sem ítarlega er farið yfir vinnureglur, verkferla og í framhaldi af því fá þeir aðgengi að vinnureglunum í gæðahandbókinni í gegnum Fókal. Þeim ber að vinna eftir þeim vinnureglum sem liggur fyrir í handbókinni og eftirfylgnin er sú að við gerum úttektir, gæðaúttektir á hverju ári land allt. Og ef upp kemur við gæðaúttektir að ekki sé unnið eftir vinnureglum sem liggja fyrir, þá ber þeim að lagfæra sín frávik á sinn kostnað. Við notumst við gátlista sem styðst við vinnureglur við úttektir og í upphafi gerðum við það á pappír sem var svo seinna fært inn í Fókal. Þarna átti sér stað tvíverknaður sem er óásættanlegt, þar sem að tími er eitthvað sem við höfum ekki nóg af. Og hérna sjáum við myndir af típiskum tengivirkjum sem við erum að reka og gera gæðaúttektir á. Þetta eru annars vegar koppartengigrindur, ljóstengigrindur og þessi VAFTS-skápar sem eru farnir að rísa víða land. En ég held að allir hljóta að vera sammála því að það skiptir miklu máli að byggja kerfi upp að metnaði í byrjun. Á endanum sé einfaldara að reka svoleiðis kerfi heldur en kerfi sem er byggt upp af minni metnaði. Og 2012 var farið að skoða möguleikana að gera úttektir fljótvirkari og skilvirkari og með tilkomin spjaldtölva var komin grundvöllur fyrir því. Í samvinnu við Fókal var úttektarform okkar gert spjaldtölvu fært og getum við núna gert úttektarskýrslur á verkstað. Sent frá okkur skýrslu, frávik á samstarfsaðila ef ykkur eru. Þetta sparar tíma og tvíverknað. Afurðir úttekta á hverju ári gerum við svo samantektarskýrslu þar sem verk samstarfsaðila eru skoðuð, frávik eru skoðuð miðað við fjölda unna verka. Þetta er gert til að sjá hvað við getum gert betur og útkoma gæti þýtt námskeið sem samstarfsaðilar þurfa að sækja, sem er þá á kostnaði mínu. Og Adolf, þú kannski sýnir okkur hérna úttektarskýrsluformið. Svona lítur þetta út. Við erum búin að tengja okkur inn á
í gegnum bóklekerfið með spjaldtölvum, þá sjáum við hér yfirlit yfir þau ár sem við höfum verið að vinna í þessum úttektum. Jónas sagði að Míla var stofnuð 2007 og við getum samt flett allt til 2004 þegar að Míla var ennþá hluti af Símann. Við skoðum þetta bara svona nánar, við förum hérna til dæmis inn í 2014, þá þessu skipt niður á samstarfsaðila okkar land allt og inn í hverjum samstarfsaðila eru sem sagt úttektir sem við gerum hjá viðkomandi aðila og raðast þær niður bara eftir tímaröð hvenær úttekt var framkvæmd. Við skoðum hérna eina úttektarskýrslu á tækjahúsi. Þá lítur úttektarskýrslan svona út þegar búið er að setja hann inn í bókalinn. Þá er úttektarskýrsla með ákveðið númer og svo er hérna yfirskrift, tækjahús 77 og ljósleiðari Lísa, sem er ljósleiðara efni hjá okkur. Hér sjáum við að það er skilgreind staða á verkefninu á úttektinni, hún sé lokið og er frávik skráð. Dagsetning úttektar og svo er ástæða úttektar sem er innri úttekt sem er oftast eina ástæðan fyrir við sem að taka út. Svið og deild er þeir sem eru ábyrgir fyrir verkinu sem er verið að taka út og í þessu tilfelli stendur eftirlit þar sem að þetta er svona tilbúin skýrsla, úttektarskýrsla fyrir þessa kynningu. Hér er skráður úttektarstjóri sem er Jónas og úttektarmaður sem er ég og ábyrgðarmenn þess verkefni sem við erum að taka út. Eins og Jónas nefndi þá vinnum við með gátlista sem voru áður pikkaðir inn eða voru fylltir út á pappír og svo handpikkað inn í bókalinn, en hér erum við komið með þetta á rafrænt form. Fyrst ber að sjá að hér er tilvísun í þær vinnureglur sem þessi úttekt á við og það er sem sagt MEP 19 leiðbeiningar ljósleiðari. Svo höfum við hérna nokkur sem er athugasemdakerfi, eða það sem fer frá 0 upp í 3 og er sem sagt alvarleiki frávika í úttektinni. 0, þá er verkið tekið út án athugasemdar eða þessi verkliður. 1, þá er athugasemd eða bara ábending sem þarfnast ekki lagfæringar eða er í einhverjum tilfellum ekki hægt að lagfæra. Númer 2, þá er það frávik og krefjumst við þess að samstarfsaðila okkar lagi þau frávik innan 90 daga. Oftast ef það er einhver frávik þá er það á annarri gráðu, má segja, fráviki. Þegar við komum upp í 3, þá er það alvarlegt frávik sem skilgreinist undir öryggismál. Hérna er verið að taka út ljósleiðara og hér hefur verið þessum hérna reit verið gert athugasemd við frágang á tengisnúrum og eins hérna fyrir neðan. Þegar úttektin er gerð og búið að merkja hérna við, þá förum við hérna í og sjáum skráð frávik sem hafa verið gerð á þessu úttekt. Opnum hérna eitt frávik og þá sjáum við að þetta yfirskriftin er ennþá svo sama og fyrir úttektina. Svo er hérna komin lýsing á fráviki, fallsnúr er ekki fest í stýrihæð. Með þessu, eftir að við komum þessu í spjaldtölunar, þá höfum við kost á því að setja myndir strax inn á vettvangi, inn í úttektarskýrsluna, sem er mjög mikill tímasparnaður. Hérna sést til dæmis það sem við erum að setja út á. Það er í stað þess að setja ljósleiðarasnúruna hérna í gegnum hérna svarta teygju til þess að þá annað frávik, bara sem dæmi, og þá passar hérna teygja ekki upp á fallsnúru og þá höfum við sett inn mynd hérna að ljósleiðarinn á að sjálfsögðu ekki að
lafa svona laus, heldur að fara í gegnum stýri bakkann svo að allt sé eins og það á að vera. Þegar við búum til úttektarskýrslu þá er þetta mjög svona þægilegt. Við búum bara hérna til eina ganni og þá höfum við alltaf yfirskriftina lýsandi, þú veist, með staðarheiti eða einhverju svoleiðis. Setjum bara hérna Viðarsmára 8, segjum að úttektinni sé lokið, eða við séum að vinna í úttektinni og skrifum dagsetningu og þetta sé innri úttekt. Fáum hérna upp, þegar við veljum ábyrgðarmenn og getum við valið hver af þessum aðilum, samstarfsaðilum okkar er ábyrgur fyrir þessu verki og fyllum hérna inn í hver er úttektarstjóri og svo framvegis. Og kemur að því að velja sniðmátt af gátlistanum sem að tengist þessari úttekt. Við erum með mismunandi gátlista eftir hvort við erum að taka út skápa, húsnæði, ljósleiðara eða hvað annað. Veljum hérna skápa og þá fáum við hérna upp þennan gátlista sem við vinnum með og þá byrjum við bara að fylla inn í hvað á við í hverju tilfelli. Merkjum við hvort að það sé eitthvað sem er í ólagi eða ekki og ef það er frávik sem þarf að skrá þá þarf að skrá það inn. Við erum bara hérna í skrá nýtt frávik og eins og ég sagði áðan þá getum við sett bara hérna flokka frávikið eftir alvarleika og hvort sem það athugasemd eða frávik. Svo getum við sett inn, skrifa hérna í lýsingu á frávikinu og bætt við mynd. Og þá getum við valið hvort að tökum við mynd bara beint í gegnum spjaldtölvuna, þar sem að flesta spjaldtölvur í dag eru með myndavél á sér, eða setti mynd sem er til nú þegar inn í hérna á iPadinu, eða í þessu tilfelli iPad. Svona förum við í gegnum allar úttektirnar og með þessu hefur sparast gríðarlegur tími og vinna við að þurfa ekki að vinna verkin með því að gera þetta á pappír og handpikka þetta svo inn síðan og hefur þetta reynst okkur mjög vel og þetta notum við land allt á hverju ári. En það kannski við þetta bæta að þá hafa samstarfsaðilar líka farið að nýta sér þessar spjaldtölvur að sækja vinnureglur í gegnum gæðahandbókina og þá eru þeir bara með svona spjaldtölvur og sækja þær vinnureglur sem þeir þurfa við það verkefni sem þeir eru að glíma við. Gleymdi að nefna það að þegar við skráum frávik á verk að þá þegar við höfum lokið úttekt þá tilkynnum við þeim að við höfum lokið úttekt á þeirra svæði, þá fara þeir bara inn á bókhalinn með sínum aðgangi og sjá úttektina sem við höfum gert og sér frávikin sem eru skráð þá sem þeir þá lagfæra. Þeir hafa náttúrulega bara aðgengi að sínum úttektum.